Það fyrsta sem þú ert að gera að finna þér ökukennara og sækja námsheimild á Ísland.is. Svo bara fyrir að keyra með ökukennaranum þínum, tekur ökutíma, klárar ökuskóla 1. Á meðan þú ert í æfingaakstri að þá þarftu að klára ökuskóla 2 og 3. Af hverju mikilvægt að fara í veltibílinn? Nú, til þess að finna út hvernig beltin halda okkur og finna alvörun líka því bílveltur. Ekki að við séum undirbúkur í bílveltu, þetta bara alvörun í þessu. Þetta kallast beltasliði og hann rennur niður þessa litlu brekku hérna á 5 km hraða og fólki á að finna fyrir þegar beltið herðir spila líkama. Nú, þó sé ekki meiri hraði, þá verður höggið það mikið að fólk hugsa að geti slasast af þessu. Og finna þau nákvæmlega hvað beltið er mikilvægt, að hafa beltið rétt spennt. Í ökuskóla 3 þar farið upplifa að hraðinn skiptir miklu máli. Að það skiptir sérstaklega miklu máli að keyra hægt í hálku til þess að þú getur brugðist við ef að bíllinn missir gripið. Því hægar sem þú ferð, því meiri líkur eru á að ná að stoppa í taka tíð. Ef ég ætti að gefa einhver tips fyrir bóklaprófið, þá myndi ég segja læriði umferðarmerkin og forgang vel og undirbúið ykkur vel líka. Þeir sem eru að fara að taka bílprófið eru oft búin að stressa hvert annað upp, en það borgar sig bara að vera afslappaður, vera vel undirbúin. Það er lykillinn að því að þetta gangi vel. Fyrir stuttu síðan þá þurftu allir ökunemar að passa upp á ökunámsbókina sína, sem var á pappír og allt skráði í hana. Ef hún týndist þá varstu bara í vondumálum. En nú er ökunámsbókin orðið rafræn inn á Ísland.is. Ef þú ert í stéttarfélagi, þá skaltu tjekka á því hvort að þú getur fengið styrk fyrir ökunáminu. Mundu svo að þær ákvarðanir sem þú tekur í umferðinni hafa áhrif á okkur öll. Pössum upp á hvert annað og förum varlega.